flokkun í Reykjavík og þá tekur fyrst til máls borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir. Forseti, kæru borgarfulltrúar, ég ætla að byrja að lýsa yfir ánægju að við séum hérna í Laugardalnum. Ég nýbúi í hverfinu og búin að búa hérna í ár og ég alveg sannfærð með þetta sé besta hverfið í borginni. Mjög ánægð. Svo ætla ég líka að fagna því að við sem ræðum sorpmál. Ég hef haft mikinn áhuga á rusli, lengi. Þetta var áhuga mál mitt í náminu og víðar og mér finnst rusli vera algjörlega stórfengilegt. Það ótrúlegt hvað þetta segja mikið mannesku með að skoða ruslið hennar. Men ég ekkert að njósna samstarfsfélaga mína, ég lofa því. En svona aðeins að renna við söguna. Viðhorf okkar til rusls hefur breyst alveg ótrúlega mikið á seinustu áratugum. Og það ekki nema rúm 20 ár síðan við opnuðum urðunarstaðinn í Álfsnesi í Reykjavík og hann leysti af stað hálmi opnu ruslahaugana í Reykjavík. Ég flokka mig ennþá sem unga mannesku en ég man ennþá eftir opnum ruslahaugum og mér fannst ekkert skrítið við þá. Í dag eiginlega óhugsandi ímynda sér þetta og einkennilegt að það sé ekki lengra síðan. Það var stutt eftir að urðunarstaðinn var opnaður sem var farið í það að hreinsa strandlengjuna og nýtt skolphreinsikerfi tekið í notkun. Þannig eins og ég segi, það stutt síðan við hentum bæði kúkunum og ruslinu okkar bara út í sjó og fannst það bara ekkert skrítið. Þetta var mikil bylting, borgin breytti ásýnd og við fórum inn í framtíðina. Við vorum að verða borg sem var með sín úrgangsmál í lagi. En hlutirnir eru mjög fljótir að breytast og þróast og því miður sátum við síðan fljótt á hakanum, þar sem lítið gerðist næstu ár á eftir. Í millitíðinni hefur fólk flutt erlendis, flutt til Evrópu, kynnst endurvinnslu, komið heim aftur og sendt okkur öllum ótal tölvupósta til að benda okkur á hvað við séum oft aftarlega á merinni með ruslið. Jafnvel þóttu sem hætti að enda í sjóinn þá séum við langt frá því að vera okkar mál í lagi. Það hefur verið skýr krafa betri og meiri endurvinnslu og hún hefur komið frá borgarbúum. Borgarbúar hafa rauninni dregið vagnin en ekki borgin þegar hefur komið á þróun í úrgangsmálum. 1998 hófum við fyrst að safna dagblöðum. Það hófst með grenndarstöðum í borginni og árið á eftir fórum við að safna fernum. Einkaaðilar stigu inn á markaðinn rétt eftir aldamótin og kynntu til söguna fyrstu endurvinnslu tunnurnar í Reykjavík. Starfsemi grenndarstöðvanna var útvíkkuð með meiri pappírsöfnun og farið var að taka upp plastefnum árið 2006. Þannig við sjáum það að frá opnun urðunarstaði 91 og fram til 2006 þá gerist rauninni afskaplega lítið. 2007 kom fyrsta útgáfan af bláu tunnunni. Hún tók bara við dagblaðaefnum líka en það var fyrsta söfnun og endurvinnsluefnum frá heimilum og hún var valfrjáls. En aftur kom svo ansi gott stopp og lítið gerðist. Það voru náttúrulega tíð meirhlutaskipti, eitt stykki hrun og alls konar afsakanir sem við getum gripið til. En viðhorf borgarbúa breyttist hins vegar ekki neitt og þeir tóku enga pásu í því að biðja betri og meiri endurvinnslu og þær raddir hafa bara orðið háværari. En heimurinn líka breytast og það stökk sem við tókum inn í framtíðina þegar við opnum urðunarstað í Álfsnesi og lokuðum sorphaugunum núna að verða hluti af fortíðinni. Það sem það stefnt að því að hætta urðun alfarið og mun aukin endurvinnslu í bland og gas og jarðgerastöð leysa urðunarstaðinn fljótt af hólmi. En nú líka í gangi bylting, ekki físísk bylting, heldur hugarfarsleg bylting. Vinsældir lífsstíla sem kennir sig mínimalisma eða jafnvel naumhyggju hafa aukist verulega, samtök á borð við vakandi sem berjast gegn matarsóun, ná eyrum fólks og krafa borgarbúa að minnka sitt vistspor afdráttarlausu. Þegar við skoðum viðhorfskönnun til endurvinnslu þá má sjá að þessi bylting ekki leita af ungu fólki. Það rauninni áhugavert þar sem unga fólki í dag að leiða margar byltingar. En það eru foreldrar og ömmur og afar sem vilja skila börnunum sínum betri heim. Og þegar við skoðum hverfin þá gaman að segja frá því að Grafarvogur það hverfi sem endurvinnur mest og jafnvel hvað áhugasamast og framsæknast þegar kemur að endurvinnslu. En hvar sem í borginni þá komum við niður á sama svar, borgarbúar biðja að fá að endurvinna meira og það þeim sem gert auðveldar fyrir. Það kannski ekkert skrítið. Þegar umræðin áhrif mannsins á náttúruna og hlýnun jarðar og loftslagsmál eins og vorum að ræða áðan og umgengni okkar við náttúruauðlindir fer hátt, kannski eðlilegt að fólk spyrji sig hvað get ég gert.
Flest okkar vistspor hverfa í sameiginlegan pott eða eru ósýnileg. Útblásturinn frá bílnum okkar, hann safnast ekkert upp fyrir ofan okkar hús. Eða við skiljum ekki eftir okkur fótspor á gangstéttunum. Og við sjáum ekkert áhrifin sem framleiðsla flestra okkar gæða hefur á náttúruna. Fæstir til að gera sér grein fyrir því að framleiðsla á einni svona MacBook eins og við erum mörg með hérna inni, hún losar jafn mikið af koltvísýringi og akstur af meðalstóðum fólksbíl í heilt ár. Og þetta eru ekki samsæristölu, þetta er bara sem er gefið þér upp á Apple síðunni sjálfri, þannig ég held við ættum alveg að taka þær trúarlegar. En þetta var hliðarspor. Pointið er að við sjáum ruslið okkar. Ruslatunnan er eitt skýrasta vistsporið. Við sjáum rauninni nákvæmlega hvað okkar lífstíl, hvað áhrif hann hefur, hvernig okkar val endurspeglast í okkar úrgangi. Við sjáum ruslið, við finnum lyktina af því og við borgum fyrir það. Þannig að það er kannski ekkert skrítið að krafan að fá að minnka þetta vistspor sé skýr. Árið 2013 var átakið Pappír er ekki rusl sett af stað. Þannig fóru við rauninni að halda áfram að vinna meira með bláu tunnuna með því að banna pappírinn í almenna sorpinu. Þessi leið var dálítið umdeild. Margir vildu frekar að við myndum senda rauninni bara bláa tunnu á öll heimili eða fara aðra leiðir. Það tók mörg ár í rauninni að lenda þessari niðurstöðu en pointið var að borgarbúar hefðu val. Við værum ekki að skylda fólk í þjónustu við sveitarfélagið umfram það sem það vildi og með því að einfaldlega banna pappírinn í almenna straumnum þá gáfu borgarbúum val að panta sér bláa tunnu frá borginni, að panta sér endurvinnslutunnu frá einkaaðilum eða nýta sér einfaldlega þetta þéttriðina net af grenndarstöðum sem við höldum úti. Flestir hafa valið bláu tunnuna sem held ég að sé núna við 80% heimila en ég til að mynda bý svo nálægt grenndarstöð, já ég gæti varla búið nær henni, hún er bara beintur um húsið mitt þannig að ég er eitt af þeim heimilum sem er til dæmis ekki með neina endurvinnslustöð við húsið mitt. En þetta átak og þessi leið skilaði miklum árangri og Reykjavíkur hefur verið í rauninni toppmálum og oft á toppnum hreinlega þegar kemur af pappírsefnum í almenna sorpinu. Hræðslan við að ganga lengra hefur frekar verið að merkja hjá pólitíkusum hingað til heldur en borgarbúum. Ég hef alveg tekið þátt í því að vera hrædd. Er þetta of flókið, er þetta hægt, er þetta erfitt, verður fólk til í þetta, er til pláss? Og kannski hefur maður alveg þess vegna verið oft mörg ár að taka einfaldar ákvarðanir eins og til að mynda á endanum að banna pappír í ruslatunnu. En sem betur fer eru borgarbúar aftur alltaf duglegir í láti í sér heyra og ég er ekkert að grínast með það. Ég veit ekki hvort ég er með svona, það kannski vita margir hvað ég er mikinn áhuga á rusli en ég fæ alveg ótrúlega mikið af póstum og ábendingum frá fólki leiðir sem hægt er að fara. En það var núna í ár, fyrir þess ári, sem þverpólitískur hópur skilaði held ég svona rauninni fyrstu almennu aðgerðaráætlunin í úrgangsmálum. Og það var virkilega flott vinna, það var gaman að vinna í þeim hópi og þar voru fulltrúar allra flokka. Ég hef mikla trú á þeirri vinnu, þetta tók fáránlega langan tíma, þetta byrjaði á seinasta kjörtímabili, en ég held að þetta sé tæki sem borginni hafi vantað. Skýr framtíðarsýn, hún er sett fram með mælikvörðum og tímasettum aðgerðum. Og rauninni núna erum við að vinna eftir þeirri aðgerðaráætlun og gera breytingar. Ég ætla að renna þess yfir, við erum rauninni lagt fyrir breyta sorpsamþykkt í heilbrigðisnefnd og hún er ennþá í drögum, ég skilst að hún fyrir staðfestingu borgarráðs ásamt gjaldskrá. En það er verið að fara í breytingar. Gráa tunnan sem tekur almennt heimilissorp verður framvegis hirt á 14 daga fresti í stað 10 daga og verður hirðutíðnin þá en sama ef sér til að mynda í Hafnarfirði og Kópavogi. Samkvæmt lögum þá skal sorpið hvorki vera niðurgreitt né skila afgangi og þeim mun verðið á þeirri tunnu lækka. Fyrir heimili þar sem að lítið fellur til af heimilisúrgangu hefur verið boðið að vera með svokallaða græna tunnu sem hefur kannski ekki alveg verið rétt nefna því að græna tunnan var einfaldlega bara grá tunna sem var hirt á 20 daga fresti. Þessi valkostur mun falla út en í staðinn verður boðið að fá svokallaða spartunnu en hún mun hafa sömu hirðutíðni á gráa tunnan en er helmingi minni. Þannig að þetta verður svona lítil ruslatunna fyrir fólk sem hendir lítið af rusli. Kynnt til sögur að ný græntunna sem stendur kannski aðeins betur undir nafni að þetta verður tunna undir plastefni og þetta er í fyrsta skipti sem við förum í söfnun á plastefnum frá heimilum
og þar af leiðandi nýjung í úrgangsþjónustu borgarinnar. Það hefur verið að leggja meira áherslu á það núna og hefur verið sendt bréf heim til allra borgarbúa, benda þeim á það að allir málmar mega fara lausir í gráutununa. Þetta á líka við ál, þetta á líka við bara litlu spritkertin, þetta ekki bara niðursuðudósirnar. Þetta síðan einhvern veginn seglað frá, þannig að við erum rauninni að endurvinna járnið að fullu þegar við hendum því lausu í gráutununa. Við erum eins og sé ekki búin að samþykkja gjaldskráin ef við miðum við það að gjaldskráin verði samþykkt á þeim nótum sem drögin í dag. Þá munur rauninni, ef þú ert með eina gráatunnu í dag, þá myndu geta næsta ári skiptin yfir í hálfa gráatunnu og eina plasttunnu og þá ertu að borga minna en þú borgar núna. Og núna munur rauninni hálf grátunna, ein blátunna og ein græntunna vera aðeins dýrari en ein grátunna. Þannig að það verður hagkvæmara fyrir flesta og ódýrara að fara í það að skipta út í endurvinnslu tunnurnar. Aftur þá verður þetta allt valfrjálst, þú mátt líka bara, það er að segja að þú verður að vera í lágmarksþjónustu sem að það að þú verður að minnstakosti vera með einhvers konar ílát við húsið, hvort það sé spartunna eða stór grátunna fyrir blandað heimilisúrganginn, en hitt er sín allt valkostir og þú mátt líka ennþá skipta við einkaaðila eða nýta grenndargámakerfið eða endurvinnslustöðvarnar til að losa við endurvinnsluefnin. En við vonum bara að Borgarbyggð svona náum að svara kröfum borgarbúa í bili og síðan bara fylgjumst við með. Við ætlum að halda áfram og eins og segi vinna samkvæmt þessari endurvinnslu eða úrgangsáætlun. En bara já, takk fyrir. Borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir hefur lokið máli sínu og það hafa ekki fleiri, Greta Björg Egilsdóttir borgarfulltrúi hefur kvatt sér hljós. Forseti, borgarstjóri og kæra borgarstjórn, ég get nú ekki látið borgarfulltrúan Kristín Soffía Jónsdóttir vera eina í ruslinu og ég sé nú ekki svona sérlega áhugamanneskja sorpflokkun og rusl eins og hún er. En þá langar mig að fara aðeins inn á að nú erum við fyrst að skipta að bjóða upp á græna tunnu til þess að við getum flokka plastefni frá öðrum úrgangi. En við kannski gerum okkur ekki grein fyrir því að plast er eitt algengast efni í umhverfi okkar og það er sífellt að aukast notkun á því. Og plast er næst stærsti flokkurinn eftir lífrænum úrgangi eða 20% af blöndum úrgangi og þess vegna er mikilvægt að koma í veg fyrir urðun plastúrgangs bara út frá umhverfislegum sjónarmiðum. Og þess vegna held ég að þessi græna tunna sé mjög góð viðbót. Í dag hafa borgarbúar val að nýta sér þjónustu grenndar eða endurvinnslustöðvar eða hvort að þeir óska eftir að plastúrgangur sé sóttur á heimili þeirra með því að panta sér þá græna tunnu og ég held að sé mjög jákvætt og mikilvægt að við veitum borgarbúum þetta val hvort þeir vilji fá sér þá græna tunnu undir plastúrganginn eða bláa tunnu undir pappirinn. En borgarfulltrúin Kristín Soffía Jónsdóttir kom inn á það væri örugglega 80% heimila í Reykjavík sem væru bláar tunnur. Og þetta held ég sé mjög mikilvægt að við höldum þessu vali hjá borgarbúunum. Það kemur fram í umhverfis- og auðlindastefnu borgarinnar að markmiðið fyrir árið 2020 sé að 60% af því plasti sem fellur til verði endurnýtt og 80% af pappír og pappa. En eins og borgarfulltrúin kom inn á hér áðan að þá var það árið 2012 sem að það var gert að skyldu að flokka pappír frá öðrum úrgangi. Ég tel líka að það sé mikilvægt að við séum duglega að koma upplýsingum til borgarbúa mikilvægi þess að flokka sorp og að aðskotaefni séu ekki að blandast við flokkaðan úrgang. Það kemur fram á heimasíðu Sorpu að aðskotaefni sem geta óvart slæst með í bláutunna geta eyðilagt endurvinnsluefnin sem fyrir eru í hirðubílnum. Þetta er náttúrulega mikilvægt og fólk kannski áttar sig ekki alveg á þessu. Og það er líka mikilvægt að borgarbúar séu meðvitaðir það að láta ekki rafleiðu lyf eða önnur spilliefni í blandasorp, heldur skili slíkum efnum og þar til gerða skilastaði til þess að sorpirnar gangi betur og endurvinnanlegum úrgangi sé ekki spillt. Nú erum við að fara að sækja heimilissorp á 14 daga fresti og það er gert hjá nágrannasveitarfélögum og hef ég svo sem ekkert út af það að setja nema það að ég legg áherslu á að við gætum þess að gerist ekki eins og gerist hjá okkur í fyrra í desember, það var mikil snjór og það leiði kannski margir dagar þar sem að sorp var ekki sótt á tilsettum tíma, það er að segja það leiði margir dagar umfram þann tíma sem að sorpið átti að vera sótt
og þess vegna held ég sé mikilvægt að við pössum og það gerist ekki sérstaklega þegar við erum núna að lengja þann tíma sem líður á milli þess að sorptunnunar séu sóttar. Þannig að ég held ég sé mikilvægt að við höldum upp ásættanlegu þjónustustigi fyrir borgarana og að öðru leyti held ég að sé mjög jákvætt að við séum á þessa grænu tunnu og ég þarf að greinilega taka þetta upp í sjálfum mér, maður er alltaf að byrja á sjálf sér fyrst, að fá mér eina grænu tunnu. Takk. Borgarfulltrúi Greta Björg Egilsdóttir hefur lokið máli sínu og óskar borgarfulltrúin eftir að veita andsvar. Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir hefur óskað eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, góði borgarfulltrúar, ég get tekið undir margt sem að Greta Björg sagði hérna áðan, en ég hnýt svolítið þennan 14 daga frest. Ég held að aðlögunartíminn að því að lengja tæmingartíman á tunnunum, hann hafi ekki verið nægjanlegur. Ég held að borgarbúar sé ekki nægjanlega meðvitaðar það. Ég held að við séum öll svona ágætlega komin langt á veg í það að vera svona meðvituð það að það sé gott að flokka sorp og allt gott það að segja. En ég held að við þyrftum að kynna þetta svolítið betur. Ég held að hafi ekki farið fram nægjanleg kynning á þessari breytingu á sorphirðu. Og ég myndi vilja sjá að við tækjum okkur lengri tíma í það að lengja þennan tæmingarfrest svo kallaða. Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir hefur lokið við að veita andsvar og þá andsvörum loknei og þá veitir borgarfulltrúi Greta Björg, þá svarar borgarfulltrúi Greta Björg Egilsdóttir andsvari. Forseti, kæra borgarstjórn, mér langar kannski helst að taka undir það með borgarfulltrúi Martu Guðjónsdóttir að við skoðum það hvort að við höfum tekið okkur nægilega tíma í að kynna þessi mál vegna þess að það er mikilvægt að við sýnum samstarfsvilja og sýnum það að við viljum gefa borgarbúum nægan aðlögunartíma. Þannig að ég legg til að við skoðum það. Nú veit ég ekki alveg hversu mikla kynningu þetta hefur fengið. Þannig að það er það sem ég legg fram. Borgarfulltrúi Greta Björg Egilsdóttir hefur lokið að svara andsvari og þá andsvörum lokið og borgarfulltrúi Elsa Jómen er næst á mælendaskrá. Forseti, kæra borgarstjórn, ég ætla nú ekki að halda langa tölu, mér langaði samt kannski að fá bara ræða það hvort að í sorpmálum við séum að koma með nægilegar upplýsingar inn á heimilin. Maður þarf einhvern veginn að vera í meirihluta í borgarstjórn til að fá og það kannski alveg skorast á mig, maður er bara svona lengi að ná alls konar og mikið í gangi upplýsingum. Að mér finnst að maður, svolítið skrítið að maður skuli einhvern veginn þurfa að vera alveg innsti koppur í því til þess að ná upplýsingum, þá er maður alveg inn í rjómanum. Ég get alveg ímyndað mér það ef ég væri að gera allt annað, vera að hlaupa til og fara á vinnu, skutla okkur og ég væri ekki nærði því jafn mikið inn í málunum og ég er núna. Og svo er ég líka að pæli bara með þetta valkvæði varðandi tunnur. Er ekki svolítið skrítið og við erum að ræða hér loftslagsmál, umhverfismál, hvað er í gangi í heiminum, að það skuli vera val okkar að vera með bláa, gráa eða græna. Mér finnst að maður fer í stórborg til útlanda, það er ekkert val flokkun sumstaðar. Mér finnst það bara eitt af því málum sem ég er alveg til í að láta eitthvað þvinga mig til að gera. Á það að vera eitthvað val að ég fái með bláa tunnu eða græna. Get ég alveg komist upp með að vera ekki með þessar tunnur. Það er líka svolítið skrítið. Þá mun maður alltaf svindla hvort það er. Ef þú ert ekki með vali, ef þið eru ekki bara þvinga til að hafa bláa, græna og svarta, þá held ég að fólk einhvern veginn bara svindli. Og ég ger það. Það gera það örugglega allir. Þannig að þess vegna er bara ógeðslega fínt einhver sem er bara svona átt þú að hafa þetta og ég er bara ógeð flott, ég er til í það. Bara vekja athygli á þessu. Borgarfulltrúi Elsa Jómen hefur lokið máli sínu og þá hefur borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson óskað eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Já, ágætu borgarfulltrúar og háa æruverðu í forseti borgarstjórnar. Ég ætla aðeins að nefna það að ég er ekki sammála því að það ekki verið gerð vel og góð grein fyrir þessum breytingum. Það kom inn á mitt heimili mjög flott svona litprentað blað í A4 og það var borið inn á öll heimili, en ég held að sumir hafi ekkert verið að pæla í því og hendi beint í ruslið sem er kannski lógist.
Og þannig að ef að fólk tekur ekki eftir miðum eða semst bara flottum blöðum sem að koma inn á heimili sitt, hvað þá að gera? Banka upp á hjá fólki eða hvað? Og svo er líka mjög flott heimasíða sem að allir geta vitað og það er ekkirusl.is. Og nú er ég ekki að segja þetta til þess að vera gagnrýna fólk fyrir eitthvað eftirtektarleysi, heldur að mótmæla því að það hafi ekki verið bara svona farið út í heilmikið átak til þess að kynna þetta og öll skrefin sem hafa verið tekin, innleiðing bláu tunnunar og allt þetta hefur gengið framar björtustu vonum og allir bara frekar ánægðir vegna þess að við erum svona sem samfélag á þessari leið að vilja sortera og endurnýta. Þannig að ég hef ekki áhyggjur af því að þetta hafi ekki verið vel kynnt og bara fólk, og ég vek líka athygli á því að tala 14 daga hirðu, það er nákvæmlega sama hirðutíðin og í öðrum sveitarfélögum, þannig að við erum á nákvæmlega sömu blaðsíðunni þar. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur lokið við að veita andsvar og þá er andsvörum lokið og borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir má byrjum þögn í salnum. Já, fyrirgefið, borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir er næst á mælendaskrá. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Það er kannski bara örstutt að fá að koma hérna upp og í rauninni þakka fyrir þessa umræðu. Það hefur verið svona í gegnum árin þá við höfum svona þess verið að takast á svona ýmis atriði í sorpmálum og þá kannski nærtækt að muna bæði eftir 15 metrunum og þegar einkaaðili óskaði eftir að sækja lífræna sorpið. Ástæða fyrir að ég mig langaði að fá að þakka fyrir þessu umræðu er að það er kannski óheppilegt þó að ég átti mig á að þetta sé betra núna en það var til dæmis eins og á síðasta kjörtímabili að það er svona, við erum okkar fulltrúa í sorpu og það hefur oft verið svona sú lenska og svona verklaginu að fundagerðin kemur inn í uskið og það er kannski einhver umræða hana en það er kannski, við ræðum kannski ekki alveg nógu mikið hvaða stefnu sá fulltrúa okkar hefur inn í sorpu, og kannski bara taka fram að ég er á engan hátt að vantreysta fulltrúa okkar í sorpu en ég er að tala bara kannski formið á því að svona pólitíkin hefur stundum svona komið á skjön inn í hvað borgarstjórn finnst sorpmál í Reykjavík, heldur meira svona verið svona oft svona eftir á músík einhver. Kannski til þess að halda til haga, ég meina við erum ánægð með mörg skref sem eru tekin og þau eru jákvæð. Við höfum gagnrýnt í gegnum árin að það er oft svona kannski svona óþarflega mikill kerfistónn í sumum nálgunum hefur okkur fundist með fullri virðingu. Það komu til dæmis fyrir þegar 15 metra reglan var sett að það voru atriði sem voru ósanngjörn. Reglan var sett á hús eða fjölbýlishús eða á einstaka staði sem var ekki alveg kannski sanngjarnt að væri svo og það var svona svolítið kannski svona pínu leiðilegt að það virtist vera svona pínu tregða eða svona kergja í kerfinu að mæta því og það er kannski óþarfi sérstaklega þegar við erum að taka svona skref sem við erum að breyta borginni til góðs og þá er alltaf ágætt að hafa borgarbúa með í liði og þá kannski að reyna að minnka kannski svona óþarfa anga og angi af þessu er eins og með það einkaaðilar fengu ekki að safna lífræna sorpinu og þá kom álitið umsögnum að þeim væri ekki treystandi jafnvel til þess að ef það er ekki safnað nógu oft eða því er ekki safnað nógu oft þá myndi koma vond lykt og svoleiðis sem er svona óþarflega gamaldags kerfisleg nálgun eins og einkaaðilar geta ekki gert þetta jafnvel. Kannski rétt að rifja upp í þessu samhengi varðandi þessa umræðu við borgarbúa og reyna að gera þetta eins og vel og við getum varðandi að breyta í 14 daga úr 10 er góðra gjalda vert sérstaklega þegar það er verið að ræða þetta í samhengi við plastið og svona fólk geti meira stýrt þessu sjálft. Það er kannski umhugsunarefni að það virðist ekki hafa verið gerð einhver úttekt í rauninni á hvaða áhrif þetta hefur á fjölskyldunar og ef við ímyndum okkur þau heimili sem eru bara með eina gráa tunnu það er ekkert að fara að breytast hjá þeim endilega og nema það líða þarna þessi aukadagar
og við bókum þetta í sumar og að mér vitandi hefur svo sem ekkert komið neitt frekar fram það að það er upplýsingar úttekt á þessu. Þannig að það er svona oft svona tónn í að það sé búið svona bara ákveða eitthvað og svo það svona keyrt áfram. Oft er það ágætt en oft má vinna það lítið betur. Þannig að ég vildi bara svona ítreka þetta með að við myndum einhvern veginn í sameiningu geta að hugsa hvernig við höldum aðeins betur pólitíkina svona almennt í verkferlinu í borginni í staðinn fyrir að við tökum þetta svona stundum upp hér. Að fulltrúi okkar í Sorpu sé meðvitari kannski hvar pólitíkin liggur áður en ákvarðanir eru teknar. En takk. Borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir hefur lokið máli sínu og þá hefur Heiða Björg Hilmisdóttir óskað eftir að taka til máls. Kæri forseti og virðulegu borgarfulltrúar, ég ætlaði bara rétt aðeins að fá að taka þátt í þessari umræðu því ég hef líka mikinn áhuga á Sorpi eins og sumir og kom mér líka svolítið óvart þegar ég ákvað að gefa kost á mér í að starfa hér hvað gríðarlega margir hafa áhuga á Sorpi og Sorpflokkun og þannig að þetta var svona eitt af því sem maður þurfti virkilega að kynna sér. Þannig að ég get mælt með því ef að þið eru að fá slíka spurningar að fara inn á ekkirusl.is sem að borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson nefndi áðan. Því þar er hægt að reikna út alveg nákvæmlega hvað kostar fyrir mann að hafa svona tunnu og hinsegin tunnu og fá alls konar upplýsingar. Ég held að það sé mikilvægt að þær upplýsingar fari síðan inn á Sorpu því að það er ekki svo gott að þetta sé eins alls staðar á höfuðborgarsvæðinu og getur valdið pínu misskilningi ef að fólk er að flytja til dæmis úr Kópavogi til Reykjavíkur og svoleiðis. En af því að þetta tengist svona beint því sem við vorum að tala varðandi loftslagsmálin, það langaði mig að nefna það að flokka rusl það er ekki bara gott í sjálfu sér, heldur líka fær fólk til þess að vilja minnka rusl. Og nú ég starfa svolítið við það að reyna að minnka matarsóun og bara það að fá fólk til þess að flokka matarsóun, þann mat sem að þú ætlar að sóa á þínu heimili eða vinnustað, það fær fólk til þess að vilja minnka þann mat sem að það sóar eða hendir. Þannig að ef því verður einhvers staðar komið við í framtíðarsýninni einhver tímann eftir einhver ár, ég veit að það er ekki að stefnunni núna, það þætti mér það persónulega gott skref. En auðvitað líka gott að maturinn sé notaður sem í það að búið til eldsneyti og orku og ég hef svo sem ekki út á það að setja. En bara hvetjum fólk til þess að flokka bæði, til þess að sé hægt að endurnýta og líka vegna þess að þá fer fólk að vilja sóa minna. Borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir hefur lokið máli sínu og þá er Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir borgarfulltrúi næsta mælendaskrá. Forseti borgarfulltrúar, ég þakka borgarfulltrúa Kristínu Soffíu Jónsdóttur kærlega fyrir yfirferðina og þann mikla áhuga sem að hún hefur á sorpmálum og ég tel að við séum mjög heppin að hafa fulltrúa sem hefur brennandi áhuga á hún í stjórn Sorpu. En sorpmál hafa ekki alveg verið á mínu áhugasviði hingað til en svona ég reikna með því að ég verði mikil áhuga manneskja sorpmál hér eftir. Og ég var að prófa að fara inn á þessa síðu ekkirusl.is og mér finnst allt svona frekar flókið. Þannig að ég væri meira svona fylgjandi að það væri bara sagt þú átt að gera þetta svona og það bara geri ég þetta. Þannig að ég tek svolítið undir þau sjónarmið sem hafa komið fram hérna áðan og sérstaklega borgarfulltrúa Elsu Jómann að stundum er flóknar að hafa val svona hluti. Þannig að ég held að við ættum kannski svolítið að endurskoða það kannski eftir fyrsta árið hvort að þetta sé eitthvað sem eigi bara að vera regla. Og það er líka spurning að því við erum að lengja, ég til dæmis þessar auglýsingar fóru alveg fram hjá mér, þannig ég vissi ekki fyrir síðustu vikum þetta, en það er kannski vegna þess að ég hendi einmitt öllum auglýsingum og les þar ekki. En það er svona spurning þegar maður fer inn á ekkirusl.is og þá koma þessar 4 tunnur, hvort það þyrfti ekki að vera svona bara strax þegar maður kemur hér eftir verður ruslið sótt á 14 daga fresti. Maður þarf svolítið að leita af þessu hérna. Þannig að ég vissi til dæmis ekki að væri verið fyrir núna nýlega og það væri verið að fara að sækja ruslið á 14 daga fresti. Þannig ég held að væri til bóta í rauninni að það kæmi bara strax þegar maður kemur á forsíðuna. Sótt á 14 daga fresti. Og að gera að fyrst að auglýsingi virðist einhvern veginn hafa svolítið farið fram hjá fólki að þá verðum við borgarfulltrúar bara öll að blasta þessu á síðurnar hjá okkur, ekkirusl.is, sem verður væntanlega vinsælasta
síða núna á næstu dögum á netinu. Borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir hefur lokið máli sínu og þá er komið að Kristínu Soffíu Jónsdóttur borgarfulltrúa. Forseti, ágæti borgarfulltrúar. Takk fyrir 4 umræður. Það er komið bara skemmtilega óvart að margir að taka þátt og sitt sýnist hverjum, en ég held að við séum flest sammála svona megin markmiðin. Ég langar að byrja þegar að leiðrétta það að ég er ekki fulltrúi Reykjavíkur í stjórn Sorpu, heldur er það Halldór Auðar Svansson, borgarfulltrúi. En talandi Sorpu, þá held ég megum líka aldrei gleyma því, og ég beini kannski orðum mínum aðeins til borgarfulltrúa Hildar Sverrisdóttur, að stefna okkar í endurvinnslumálum er alls ekki mótuð í Sorpu, heldur hérna. Sorphirða Reykjavíkur er ekki heldur undir Sorpu, heldur undir okkur. Þannig ég held að allt sem við erum að tala í dag, sem sem sagt nýjar tunnur, fyrirkomuleg endurvinnslu, hirðutíðni og sorphirðu, þetta heyrir allt undir umhverfis- og skipulagsráð, enda þetta beint undir borginni, en ekki þjónusta sem við kaupum af Sorpu. Mér finnst bara að ræða oftar rusl. Það rusl skemmtilegt, það snertir okkur öll, það hafa flestir skoðanir á þessu og hugmyndir hvernig við að gera betur. Það er alveg rétt að sumum finnst valið vera flókið og ég held að val sé oft flókið, oft auðveldara að fara í svona eitthvað one size fits all, en ef við skoðum hug borgarbúa þá voru þeir spurðir í könnun sem gerða fyrir ári síðan: hvernig vilt þú fá að losa þig við þín endurvinnslurefni? 52% vilja láta fá borga fyrir það aukalega fyrir að fá það sótt heim til sín, 27% vilja fá að skila þeim á grenndarstöð, 16% vilja fá að skila þeim á endurvinnslustöð. Og á þetta held ég sé mikilvægt að hlusta. Í sömu könnun var spurt rauninni hversu vel fólk þekkti hina ýmsu hluti, eins og til bláu tunnuna eða endurvinnslustöðvarnar, og það kom rauninni óvart að þekking Reykjavík borgarbúa á hinum ýmsu lausnum í sorpmálum er mjög mikil. Og talandi val aftur, það var kannski óskýrt hjá mér áðan, en við höfum náttúrulega ekkert val það hvort við hendum pappír í bláu tunnuna, núna það bannað. En við höfum bara val það hvernig við losum okkur við pappírinn. Og það alveg rétt, stundum fara hluti fram hjá manni, auglýsingar fara fram hjá manni og stundum bara mikið að gera í vinnu, stundum bara mikið að gera í einkalífinu, stundum bara þreyttur á öllum þessu áreiti, þannig að hluti fara fram hjá manni. Mismunandi tímabil með lífinu og stundum bara yfir höfuð. Og það líka allt í lagi. En það mikilvæga að við skoðum árangurinn í heildina og við sjáum það að þegar við fórum í stað með átak með pappírinn þá skilaði það árangri. Pappírinn hvarf næstum því úr sameiginlega straum heimilisúrgangs, þannig að við höfum alveg ákveðna trú á því að þetta sé að komast til skila. En auðvitað bara að teki innilega undir með tillögu borgarfulltrúa Guðfinnu Jóhannu Guðmundsdóttur, takk, að við náttúrulega auðvitað munum öll blasta síðunni ekkirust.is á Facebookun okkar og benda öllum á þetta, af því að þetta eru bara stórkostlegar upplýsingar fyrir endurvinnslu sjúka borgarbúa. Takk. Borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir hefur lokið máli sínu og þá hefur borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson óskað eftir að taka til máls. Forseti og borgarstjórn fyrir gefið. Ég ætla að þakka borgarfulltrúanum Kristínu Soffíu Jónsdóttur fyrir þessa mjög mikilvægu leiðréttingu, en að sama skapi skil ég alveg misskilninginn, af því að hún talar náttúrulega af yfirgripsmikilli þekkingu ruslið. En svo náttúrulega líka rétt hjá henni að þetta tvennt aðskilið í raun. Það sorphirðan og svo það móttakan. Sorpa sér eingöngu móttöku, en fólk vil kannski eðlilega rugla þessu saman. Ég veit til þess að fólk hefur mjög oft samband við Sorpu til að kvarta yfir sorphirðu og þetta þarf eðli málsins samkvæmt að tala svolítið saman og fólk þarf að vera, sem að vinna í þessu, þarf að vera dálítið meðvitað alla þessa heildarmynd og núna til dæmis við borgarfulltrúin Kristín Soffía Jónsdóttir voru meðal annars saman í stýrihópi sem að kláraði aðgerðaáætlunina sem núna tilbúin sorphirðuna og það var gott að vera í Sorpu samhliða því og geta síðan farið með þetta og lagt þetta fram þar og kallað eftir athugasemdum og síðan haldið á lofti
því sem við ætlum að gera, af því að það skiptir máli. Sorpa þarf náttúrulega að geta tekið við því sem við ætlum að láta frá okkur og til dæmis gas- og jarðgerastöðin sem á að reisa í Álfsnesi í staðinn fyrir urðunina, hún á að geta tekið við samkvæmt kröfum borgarinnar við lífrænum úrgangi sérsöfnuðum, af því að við viljum bjóða upp á það. Og þannig að já, það er meðal annars upp á þetta að það er mjög mikilvægt fyrir borgina að hafa mjög skýra og fastmótaða stefnu í þessu og það er ánægjulegt að heyra, ég var nú ekki hérna á síðasta kjörtímabili, ánægjulegt að heyra að það virðist vera svona meiri samstaða grundvallaratriðin núna en þá. Það finnst mér alltaf skemmtilegt. En fleira var það ekki vilja, takk. Borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson hefur lokið máli sínu og þá er umræðum lokið. Við göngum til 6. liðar á dagskrá.